það alveg rétt sem að hefur verið sagt að það ekki hægt að kaupa hamingjuna, við vitum það alveg, en það líka ákveðið sannleikskorn í því að peningaleysi eða peningavandræði geta svo sannarlega valdið óhamingju. Og það í rauninni ofsalega mikilvægt að hafa það í huga hversu mikilvægt það að hugsa sparnað, eiga eitthvað handhægt fé, vera með nægum fyrirvara byrjuð að fjárfesta og spara fyrir stórum fjárfestingum í lífinu til þess að koma í veg fyrir peningaleg vandræði og það að við festumst í aðstæðum sem við viljum ekki út af peningaleysi. Og til þess að við náum árangri í því, þá þurfum við ekki bara að spara, að leggja fyrir, heldur þurfum við líka að þekkja svona helstu áhættunar á veginum og hafa nokkra þumputareglur í huga. Þannig að það markmið okkar hérna í dag. Það að fara yfir bæði hvernig gott að hegða sér varðandi sparnað, hvernig við förum að því hreinlega að ná einhverjum árangri í sparnaðinum og síðan í seinni hlutanum ætlum við að renna yfir ávöxtunar kosti. Þannig að þegar við vitum hvernig við erum að spara, hvert eigum við þá eiginlega að setja peninginn til þess að það gangi þokkalega upp. Og okkur gengur ágætlega Íslendingum, svona þrátt fyrir alltaf að spara. Hins vegar langstærstur hluti sparnaðarins okkur svona ómeðvitaður, það að segja að það sparnaðurinn fyrir efri árin. En við þurfum að hugsa allt þetta þrennt. Við þurfum ekki bara að hugsa þetta allt þrennt, við þurfum að nálgast þetta þrennt með kannski ólíkum hætti. Lausafé, aðgengilegu peningur til skamstíma sem við notum bara svona í hitt og þetta ef eitthvað kemur upp á. Efri árin, vegna þess að þá hættum við að fá laun og verðum að lifa á peningum sem við lagt fyrir. Og svo þetta fjárfestingarnar. Og þegar ég tala hér sparnað eða fjárfestingar eða ávöxtun fjármuna, þá ég þetta bara að tala það sama. Í öllum tilvikum að þá þetta mínir peningar sem ég læt einhvern annan fá og ég ætla að fá tilbaka. Það bara það sem við tölum sem fjárfestingar eða sparnað. Og ef við byrjum á lausafénu, þá það að mínu mati persónlega, þrátt fyrir að það séu minnstu fjárhæðirnar og lægstu fjárhæðirnar, þá þetta mikilvægast í öllu. Og forsenda fyrir því að okkur muni ganga vel að spara svo að við pössum upp á að eiga alltaf nægt lausafé. Og af hverju segi ég þetta? Það vegna þess að með því að eiga alltaf eitthvað lausafé, þetta getur bara verið peningur sem þið eigið í seðlum eða inn á tékkareikningi eða bara hvar sem með því að eiga alltaf eitthvað smá, þá þurfum við ekki að taka skammtímalán. Þá þurfum við ekki að taka neyslulán. Og neyslulán allt of algeng. Það verður bara að segjast eins og Að við erum að borga yfir lífsleiðina ofboðslega fjárhæðir í vexti bara vegna þess að við vildum eitthvað sem við áttum ekki fyrir akkúrat á þeim tíma. Og algeng ástæða fyrir því var að við áttum ekki lausafé. En það kemur alltaf eitthvað upp annað slagið. Og þetta getur verið eitthvað sem gott eða slæmt. Það getur verið, mér bara langar eitthvað. Langar að stökkva til útlanda eða fara á einhverja tónleika hérna eða gera eitthvað skemmtilegt. Ef ég á ekki fyrir því mér langar voða mikið í það, að þá samt fer ég kannski í einhverja neysluskuldi, fer ég kannski yfirdrátt eða greiða einhverju skuldum, kaup eitthvað með því að dreifa greiðslunni. Svo getur eitthvað slæmt komið fyrir. Það getur eitthvað bílað, allt einu bara gýs allt upp úr þvottavélinni og ég þarf að skipta eitthvað í hvelli. Ef ég á ekki einhvern smá varasjóð, þá þetta hlutinni sem steypa okkur oft í skuldir. Og það persónubundið og bara smekksatriði og þið segið til það bara sjálf hvað þetta á að vera há upphæð. Þetta 100.000 kall, 150, 200.000 kall, þið bara veljið það sjálf. En ef þið bara farið eins í gegnum þetta í kollinum, hvaða aðstæður það svona sem geta komið upp, hvað muna miklu að eiga 100 eða 200.000 kall. Bara jólin til dæmis. Það rosalega algengt að jólin koma óvart. En þau náttúrulega hverju einasta ári, þannig að maður ætti að vera farin að venjast þeim. En yfir til dæmis helmingur Bandaríkjamanna, það væri svo gaman að sjá þessar sömu tölur á Íslandi, yfir helmingur Bandaríkjamanna sem nota kreditkort ennþá að borga fyrir jólin í júlí. Og hvað haldið það séu hái vextir? Það bara rosalega dýrt. Og það sem að gerir þetta svona alvarlegt, eða alvarlega, sem að veldur því að svona mörg okkar að nýta okkur neyslulán. Neyslulán yfirdráttur, smálán, greiðsludreifing og allt þetta, að þetta svo þægilegt og aðgengilegt. Og það meiri svo orðið þannig að það bara hreinlega verið að auglýsa þetta. Hvað þetta? Kauft þetta bara núna og svo borgar bara seinna? En þetta allt saman ofboðslega dýrt. Allt. Og nú það þannig sem þið þurfið þá að tekka sérstaklega á að það bara orðið ólöglegt að auglýsa svona nema tiltaka eitthvað sem heitir árleg hlutfallstala kostnaður. Hafið tekið eftir þessu, svona í smáa letrinu.
stundum alveg pínu litlu smáletri, þá stendur AHK og þrátt verið að standi kannski, heyrðu, það er 0% vextir. Ok, þá er ekkert mál, þá bara kaupi inn að síma og ég borga hann á 12 mánuðum og það er 0% vextir, en síðan stendur neðst árlega hlutfallstala kostnaðar 20 eitthvað % eða eitthvað slíkt. Það er kostnaður, það skiptir engu máli hvort þeir kalli þetta vexti eða ekki, þetta er bara það sem kostar. Og ef að ég tem mér að segja, ok, ég ætla að kaupa þetta raftæki eða hvað sem þetta er og ég ætla að borga fyrir það seinna, ég ætla að borga fyrir það í einhverju skrefum, þá er ég bara að segja, heyrðu, ég ætla bara alltaf að borga meira fyrir hlutin en kosta. Kostar þessi tölu 200.000? Nei, ég ætla að borga 250, sko. Ég ætla ekki að borga 200.000 kall fyrir hana. Þetta er það sem við temjum okkur ef við erum að dreifa greiðslum og ef við erum að nýta okkur skammtímalán. Þannig að besta reglan er svo að bara koma aldrei nálægt þessu, aldrei. Og ef maður næra að komast í gegnum lífsleiðina án þess að snerta á neyslulánum, þá er maður búinn að vinna. Það er bara fær maður stjórnu. Þannig að fyrsta skrefið svona í því að við séum að ræða sparnað er í raun að tala skuldir. Ef þið eru með einhverjum svona skuldir og eru að hugsa að fara að spara, þá byrjið þetta bara byrjið á því að greiða upp þessar skuldir. Klárið þær komið aldrei nálægt þessu framar. Það er miklu betra að vera útsölu en að vera alltaf að borga yfirverð. Og það er meiri segja boðið upp á stundum ákveðin fríðindi varandi það að koma sér út úr þessum lánum. Varandi það að greiða jafnvel upp yfirdráttinn í einhverju prógrami og fá þá afslátt á vöxtunum. Þannig að skoðið það endilega. Þegar að það er komið og þeir eru komin upp í núllið, þá farið þið beint í það að safna ykkur upp í þessa tölu sem þeir eru búin að ákveða. Og svo passið þið bara það að eiga alltaf þá tölu. Þannig að ef að allt í einu bara tölvan eitthvað bilar og þið þurfið hana fyrir skólan, þurfið að kaupa aðra, þá gangið á þessa peninga og hvað er þá næsta verkefni? Bara safnið svo aftur. Þetta er sparnaður sem þið haldið til hliðar við allan annan sparnað og allar aðra fjárfestingar. En þetta er eins og ég nefndi í upphafi, þetta er örugglega það verðmætasta sem þið getið tamið ykkur að gera. Það er nákvæmlega þetta. Örlítið meira varandi skuldinar og varandi það hversu mikið við erum að nota þessi skammtímalán, að þá er ákveðin kimi, svona mjög óheppilegur kimi af skammtímalánum eru smálán. Það hefur þetta ofboðslega mikið verið í umræðinu, það vita allir smálán, það vita allir hættur smálána. En það er mjög áhugavert að sjá hversu áberandi þau eru ennþá. Ef við skoðum til dæmis tölur frá umboðsmanni skuldara. Þetta er embætti sem tekur aðeins utan fólk sem hefur lent í meiri háttar fjárhagsvandræðum og veitir þeim ráðgjöf eftir atvikum aðstoð við það að semja sig út úr eða koma sér út úr fjárhagslegum vandræðum. Og ef við sjáum hvernig aldursskipting þeirra sem leita til umboðsmanns skuldara hefur verið að þróast undanförnum árum, þá er alveg sjokkerandi að sjá yngsta aldurshópi. Og tölurnar fyrir júlímánuð voru svipaðar, voru 41% í júlímánuði sem voru í yngsta aldurshópnum. Og við sjáum hvað þetta var lítið hlutfall. Og af hverju er svona margt ungt fólk farið að leita til umboðsmanns skuldara? Það er út af smálánum. Og í hvað ætli fólk sé að eyða peningunum? Af hverju erum við að taka smálán? Það er ekki þannig að massinn sé að taka smálán til að borga fíkniefnaskuldir eða eitthvað slíkt. Massinn er að taka smálán til að kaupa sér föt og fara í skemmtiferð til útlanda og fara á djammið. Það er bara alveg ferlegt. Og kostnaðurinn við smálánin er svo ofboðslegur að þar erum við ekki að tala um það og sért að borga yfirdráttarvexti eða kreditkortavexti, þar erum við að tala um margfalda þá prósentum. Og nánast öllu umræðin sem við höfum heyrt á undanförnum varandi þetta er að hið opinbera reyna einhvern veginn ná utan um þetta og keyra niður þessa vexti og þegar það besta væri náttúrulega bara enginn myndi nota þetta. Af því það er mjög ólíklegt að ef þú ert í þeirri aðstöðu að þú þurfir að leita þangað að þú myndir nokkru sinni geta borgað tilbaka. Það sjálfsögðu. Þannig að þetta er raunveruleg áhætta, það er raunverulega fólk að lenda í þessu og margir sem eru að gera þetta bara í hugsunarleysi. Það er bara gaman í einhvern smá tíma og það er ekki þessi virði þegar maður er ungur að hafa voðalega gaman í 6-7 mánuði og þurfa síðan að vera 10 ára að borga tilbaka. Nú erum við búin að taka neikvæða partinn, förum þá aðeins í jákvæðri, en þetta er allt saman, öll þessi ræsking varandi þetta til þess að hvetja ykkur til þess að muna hversu ofboðslega mikilvægur þetta lausafé er, hversu ofboðslega mikilvægt að eiga peninga. Það skiptir engu máli hvað er geymið þessa peninga. Við getum haft þetta í seðlum eins og ég nefndi eða inn á tekkareikningi eða hvaða bankareikningi sem er, bara þið eigið þessa peninga til. Efri árin eru mjög einföld, það er bara ein glæra og örstutt. Það er bara séð þetta langmestu leyti fyrir okkur. Vinnuveitendinn okkar meira þess að gera þetta fyrir okkur. Tekur hluta af laununum okkar, greiðir síðan megnið af þessu úr sínum eigin vasa, svo fer þetta inn í lífeyrissjóðina og þegar við erum 60 eitthvað ára þá förum við að fá mánaðarlega greiðslur ævilangt. Munið samt það og við höfum boðið upp á fræðslufundi sem heita Hvernig vilt þú hafa það? Sem eru sérstaklega hugsaðir fyrir 35 til 55 ára, sem það, get ég gert eitthvað til þess að hafa það bara miklu betra?
vegna þess að það eru alla líkur á því að ef þið ætlið ekki að gera neitt, ef þið ætlið bara að borga í lífeyrissjóðinn og láta vinnuveitandinn ykkar gera það, þá munið þið ekki hafa góðar tekjur þegar þið hættið að vinna. Þið munið kannski hafa sæmilegar tekjur, allt í lagi tekjur, þið eru ekki að fara að verða rík á þeim peningum og þið eru ekki að fara að geta leyft ykkur ofboðslega mikið og þið eru öllum líkindum að fara að lækka töluvert í launum þá þegar þið hættið að vinna. Ef þið viljið hafa einhverja valkosti, hugsa ykkur hvað væri gaman að vera orðin 60 eða eldri og geta valið aðeins. Vil ég vinna til 67 eða vil ég kannski bara fara í hálft starf eða vil ég bara skemmta mér og bara hafa starfslokin eins og mig langar. Til þess að gera það, þá verðum við að gera aðeins meira. Og til þess fyrst og fremst séreignarsparnaður. Og séreignarsparnaður, hann mjög einfaldur, hann algjörlega sjálfvirkur, hann líka þannig að vinnan ykkar sér þetta. Þið þurfið bara að sækja hann. Og íslensku séreignarsparnaður er örugglega svo best í heiminum að því að þegar ég borga 2 eða 4% af mínu launum, þá gefur vinnan mér 2% á móti, sem ég fæ annars ekki. Og svo get ég geymt þessa peninga og það alls konar fríðindi sem fylgja þeim. Ég get notað þetta síðan þegar ég orðinn eldri til að bæta mér þetta upp. Eða, eins og staðan núna, ég get notað þessa peninga til þess að hjálpa mér að kaupa íbúð, fyrstu íbúðina mína, eða ég get borgað inn á íbúðalánum mín með þessu. Og það á enginn að vera án séreignarsparnaðar. Það á enginn efni á því að fá ekki þessa hjálp. Og það þegar við erum að borga inn á húsnæðislánum okkar og kaupa okkur fyrstu íbúð, þá enginn skattur heldur af þessu. Ef ég geri hins vegar, ef við hugsum þetta til efri áruna, ef við ímyndum okkur aðalega sem 35 ára í dag, með 600.000 kall á meðaltali í laun og fær 2% vexti, greiðir 4% í séreignarsparnað frá og með deginum í dag og fær 2% mótframlag, þá á hann 9 milljónir eftir skatt en 60. Hann getur notað í hvað sem er. Getur skemmt sér, fjárfest, hætt að vinna hugsanlega í einhver tíma eða minnka við sér vinnu. Og ef hann borgar aukalega 30.000 kall á mánuði á þessum tíma, þá hann tvöfalt hærri upphæð, 18 milljónir. Þetta væri rosalega næs. Og ef maður sé fyrir sér að vera í þessum aðstæðum á þessum tíma, að geta actually valið eitthvað milli, væri það ekki næs. En til þess að þessi hægt að gera það, þá maður að byrja snemma. Það rosalega erfitt að byrja á þessu þegar maður er orðinn eldri. Þannig að munum það. Það mikilvægt að hugsa þetta þó að mestu leyti sé séð þetta fyrir ykkur. En þá það stóra máli og það sem við ætlum svona kannski hvað helst að doka við og það eru fjárfestingar eða hvernig við spörum fyrir þessum stóru köflum í lífinu. Og það getur verið allt mögulegt sem krefst þess kannski að við þurfum að vera búin að undirbúa okkur svolítið. Þetta klassíska að kaupa sér íbúð, en það kostar líka að eignast börn, það getur kostað að ferðast heiminn, það getur kostað að fara í skóla, það getur kostað að kaupa sér bíl, það allt mögulegt, eða stofna fyrirtæki, það allt mögulegt sem við gætum viljað spara smá peninga fyrir. En það eru sömu lögmál sem gilda varðandi þetta allt saman. Og eitt af því mikilvægasta að muna það að þetta ekki að fara að ganga nema að þetta sé reglulegt og sjálfvirkt. Og ef þetta sjálfvirkt þá þetta reglulegt. Og þá ég að meina, ef að þið ætlið hver mánaðamót að kíkja á reikningin ykkar og velta fyrir ykkur hversu mikið þið getið sparað, þá þið örugglega að fara að missa út marga mánuði og þið eruð ekki að fara að spara mjög mikið. Ef hins vegar sparnaðurinn orðinn eins og reikningur, sem bara kemur inn í netbankan bara í hverjum einasta mánuði og það bara millifært í hverju mánuði, þá munið þið alltaf spara og þá munið þið spara þá upphæð sem þið ákveðið. Það miklu meiri ægi í þessu. Það náttúrulega ástæðan fyrir að lífeyrissparnaðurinn virkar, af því að hann svoleiðis. Þannig að varðandi allan annan sparnað skulle þið hafa hann þannig líka. En þá, ef við erum komin að stóru spurningu eða titli fundarins, hvernig safna ég þá milljón? Hvernig eignast ég og spara milljón? Og ef við gefum okkur það, hann Georg okkar sé að safna sér 1.000.000 króna, að þá það sama sem við gerum alltaf þegar við byrjum, við reynum bara að reikna okkur í gegnum það. Ok, og hér bara svona dæmi það hvernig svona sparnaðarreikningur getur litið út. Hann vantar 1 milljón og hann þarf að gefa sér 1 ár í það. Þá hendir tölvan tilbaka 82.000 krónur á mánuði og hann hugsar, miðað við mínar aðstæður og miðað við það sem við í Íslandsbanka erum að borga Georgi og hann ekki séns í þetta, og þá segir hann, ok, þetta gengur ekki upp, þá fer hann og reiknar aðeins öðruvísi. Og hann segir, ok, ég get lagt fyrir 10.000 kall á mánuði. Það raunhæft, miðað við það hvernig þetta búið að vera hjá mér, þá næ ég þessu. Þá fær hann 7,5 ár. Hann segir, ok, það heldur ekki að fara að ganga. Ég ekki að fara að taka mig 7,5 ár í að safna 1 milljón. Þetta það sem flest okkar lendir í þegar við erum byrjuð að reikna svona. Ok, hvað það þriðja skrefið? Þá það, hvar finnum við peninga til þess að hækka þennan 10.000 kall?
Ein leið er sú að banka á dyrnar hjá vinnuveitandunum og biðja um launahækkun, en auðveldasta leiðin er bara að finna þessa peninga í eigin neyslu. Og þetta er það sem fólk gerir. Sko sögunar af þeim sem að borða núðlur á gólfinu hérna með að vera að safna fyrir húsgögnum í heimili, þetta er bara það sem við gerum. Það er ekkert leiðilegt. Þegar maður tala við fólk þessa tíma og er að líta tilbaka, þá hugsa ekki óbúslega var það leiðilegt þegar ég var alltaf að borða núðlur. Þetta var bara, maður lætur sig bara hafa þetta. En ef við kannski hættum sko núðlutalinu og tökum bara eitt annað dæmi, bara það, ef að, ég er ekki að segja að ég sé að gera þetta, en ef ég myndi hætta að fara hérna hverjum einasta degi í sjálfsalan niðri og kaupa mér eitthvað fyrir 210 kall, að þá er það 4.200 krónur á mánuði. Bara það að hætta að fara inn á sjálfsala og fá mér bara eitthvað ókeypis sódavatn í staðinn. Og þá ef ég væri að gera það, þá færi þetta úr 7,5 ári niður í 5,5 ár. Og svona bara virkar þetta. Og svo finnum við peningana í því að fara kannski örlítið sjaldnar í bíó. Sleppa því að fara oft út að borða. Það sem er örugglega, er mínum mati allavega besta sparnaðaráði sem ég nýtti mig mikið í framhaldsskóla sjálfur. Bara ekki kaupa sér mat í skólanum, fyrir þá sem í skóla. Á meðan allir vinirnir eru að fara og kaupa pítsu og kók hérna fyrir 900 kall eða hvað það er, að þá bara tekum maður með sér eitthvað. Þetta eru ofboðslegar fjárhæðir yfir veturinn og hérna allskins svona lítil trikk sem maður notar. Hvað myndu þið spara mikið á því að læra að elda æðislegan mat í staðinn fyrir að fara út að borða? Nú er ég að tala eins og maður bara alveg að fara að drepa hagkerfið hérna, en það er ekki, maður þarf bara að hugsa sjálfan sig og hvar maður getur fundið peninga. Og með því að gera þetta, þá finnum maður miklu meiri peninga en með því að banka upp á hjá vinnuveitandunum og biðja um launahækkun, eða ég allavega held það. Þannig að svoleiðis finnum við peninga og setjum þá inn í reiknivélina hvað er þetta að fara að taka langan tíma og hvað gerum við svo? Svo förum við inn í netbankann og stillum þessa upphæð sem sjálfvirkan sparnað í hverju mánuði þannig að við höldum þetta örugglega út. Og síðan að lokum erum við komið með þá upphæð sem við ætlum að safna. Flóknara er það í rauninni ekki þó að þetta sé svolítið flókið. Og þetta krefst þess kannski maður þurfa aðeins að herða sultarólina í smá tíma. Ágætt varðandi neyslu sem er stundum bent á, sem er mjög góð punktur. Það er það að skammta sér neysluna í umslagi sem bara margir gera. Þetta er bara það sem ég ætla að eyða í mánuðum og þá bara eins gott ég fari ekki yfir það, ég er bara með þetta í seðlum og svo þarf ég bara að passa upp á peningurinn klárist ekki. Annað er það að kaupa aldrei neitt samdægurs. Ég fer í einhverja búð og ég finn eitthvað sem ég langar í. Ok, ég kem bara á morgun og kaupi þetta. En það ágætis líkur maður sé búin að renna af manni svona æsingurinn af því hvað maður langar óbærslega mikið í hennar hlut og daginn eftir sé þetta hætta við. Prófiði bara svona það sem hentar ykkur. En, ok, ef ég er búinn að safna milljóninni og ætla þá að ávaxta hana áfram, segjum svo að nú er ég komið með milljónina en hún er bara partur af einhverju stærra mengi. Hún er partur af því að ég ætla einhvern tímann að kaupa mér hús eða ég ætla einhvern tímann að segjum svo kannski að þetta sé til efri árana eða eitthvað slíkt. Þá er svolítið gaman að muna eftir merkilegu fyrirbæri sem heitir vaxtavextir, sem virka í rauninni þannig að ég legg þessa milljón fyrir, svo fæ ég vexti. En næst þegar ég fæ vexti, þá fæ ég vexti á milljónina og á vextina sem ég hafði áður fengið. Og svo næst, þá fæ ég vexti á milljónina og á fyrstu vextina og á aðra vextina. Þannig að þetta gerist alltaf hraðar og hraðar og hraðar og hraðar. Þannig að vaxtavextir, þeir eru svolítið áhugaverðir og mjög áberandi þegar við erum að spara í langan tíma. Og ef þið eruð að skoða, ef þið eruð reikningur í gegnum þetta, eruð að skoða munin á skammtímasparnaði og langtímasparnaði, þá sjáum við að ef þið eruð að spara í mjög stuttan tíma, ef þið ætlið að gera eitthvað jólin núna eða næsta sumar eða hvað það er, þá skipta vextinir ekkert voðalega miklu máli. En ef þið eruð að spara í langan tíma, þá sjáum við hvað vextinir eru orðnir rosalega mikilvægir. Og hér er dæmi það, ég er búinn að setja milljónina inn á einhvers konar ávöxtun og annars vegar að þá fæ ég 3% vexti og ég legg fyrir 10.000 kall áfram á mánuði. Og þá vex þetta svona að á loknum 40 árum er þetta komið upp í 12,4. En hverju myndi það breyta ef ég myndi bara hækka vextina 1% upp í 4% og leggja fyrir 20.000 kall á mánuði? Þá er bara myndin allt öðru í sig. Það bara gjörbreytir algjörlega stöðunni. Og þið sjáu hvernig þessi kurva er og ég er alltaf að fá vaxtavexti ofan á allt saman og þetta þenst út og þenst út og þenst út. Þannig að það skiptir máli að gefa sér nægan tíma og að fá góða vexti. Og þetta er það sem við reynum yfirleitt að para svolítið saman. Gefa okkur eins langan tíma og mögulegt er. Þess vegna er alltaf verið að segja við ungt fólk, þú verður að byrja strax að leggja fyrir. Það er út af þessu, því að tíminn vinnur svo með þér. Maður þarf ekki að vera ríkur til þess að eiga sér mikla peninga þegar upp er staðið.
maður þarf bara að halda það út að leggja fyrir. En nú ég búinn að pæla aðeins í því og velta fyrir mig sjálfur hvernig ég ætla mér að fara að því að spara og hvaðan ég finn þessa peninga. En hvar á ég að geyma þessa peninga? Þetta svolítið stór og mikið spurning. Við reynum að fá sem mesta ávöxtun að teknu tillit til þeirra áhættu sem við erum að taka. Og það mjög misjafnt hvernig smekkur okkar varðandi það. Hvar hentar okkur að koma peningum fyrir. Þess vegna það ekki þannig að það eitthvað eitt sem hentar öllum. Það auðvitað vola þægilegt. En það mikilvægt að velja rétta staðinn og það líka mikilvægt að sko átta sig á hver mælikvarðinn Ef einhver segir ykkur að hann hafi hlaupið spretthlaup á 15 sekúndum, vitið ekkert hvort það sé góðu tíminn nema þið vitið sko hver vegalengdin var. Maður verður að vita allt sem skiptir máli. Og þegar einhver segir ykkur að vextir séu 3% eða 2%, þá vitið ekkert hvort það sé gott eða ekki. Það sem þið þurfið að vita þetta hérna hugtak sem heitir raunávöxtun. Nafnávöxtun, nafnverð, þetta hugtaki sem notað þegar við erum að tala um töluna sem við sjáum. Það að segja ég fæ 1000 kall í vexti eða ég fæ 2% í vexti, það nafnávöxtunin. Raunávöxtunin það sem ég græði í raun og veru. Þá búið að taka frá hvað hlutin eru búin að hækka í verði á sama tíma. Ef ég á 1000 kall og ég set hann inn í banka í 1 ár og ég fæ 2% vexti, en það allt búið að hækka í verði 2% þegar ég tek 1000 kallin út, þá ég ekki búin að græða neitt. Ég get keypt nákvæmlega sama fyrir peningin og ég gat keypt áður ég lét bankan geyma hann. Skiljiði? Ég með 0% raun ávöxtun. Ég með 2% í nafnávöxtun en 0% í raun og veru sem ég búin að græða. Þannig að þegar við erum að meta árangur hvað varðar ávöxtunina, þá verðum við alltaf að draga frá verðbólguna í landinu. Og nú hún síðustu 12 mánuði búin að vera 3%, þannig að sá sem búin að fá 3% vexti síðasta árið, hann með 0% raunávöxtun. Slétt. Svo þetta sem ég nefndi örlítið áðan sem öryggi og áhætta. Og við verðum að vita nákvæmlega hvaða áhættu, eða svona sirka, hvaða áhættu við erum að taka til þess að við getum lagt mat á það hvort ávöxtunin sé góð. Ef einhver sagði við mig, heyrðu, ég tvöfaldaði peningin minn, þá myndum við segja, ok, ef ég hef ekki meiri upplýsingar, þá það mjög gott. Hann sagði, já, ég tók allt sem ég átti og setta á svartan í Las Vegas, í rúllettinni. Þá myndum við segja, já, ok, það ekki alveg þessi impressive og ég held að það kannski verið. Allt og mikil áhætta. Þannig að það var fínasta ávöxtun en allt og mikil áhætta. Það sem við reynum að gera að við reynum að hafa áhættuna eins litla og mögulegt og að fá góða ávöxtun. Og öryggi rosalega verðmætt í ávöxtun. Og allur sparnaður, hann krefst þess að við tökum peningin okkar og við látum einhvern annan geyma hann. Og það alltaf áhætta, auðvitað. Af því að þessi aðili þarf að geta borgað okkur tilbaka. Og í mjög mikilli einföldun þá getum við talað um 2 tegundir áhættu. Þetta mikil einföldun. Það annars vegar, þetta sem ég var að ræða hversu mikla líkur á því að sá sem að geyma peningana fyrir mig get ekki skilað þeim. Og það auðvitað eðlilega eins og þið getið ímyndað ykkur mjög misjafnt. Hugsaðu bara ef þið verða að lána vinum ykkar. Og þið myndu bara mæla hvern og einn vin eftir því hversu líklegt að þessi borgi mig tilbaka og þessi og þessi og þessi. Það örugglega mjög misjafnt. Og hvaða vexti þeir eru að fara að borga ykkur þessi vinir ykkar, það kannski þið myndu stilla vextina eftir því hversu hættulegir þessi vinir eru, eða ekki. Nú svo það hitt og það sko hversu mikið mun ég fá í ávöxtun. Hversu mikið og það að fara að sveiflast eitthvað? Ég að fara að fá 2% núna, 10% næsta ári, ekkert næsta ári? Þetta að fara að sveiflast? Það líka áhætta, af því að þá veit ég ekki hvað ég mun fá. Þannig að þetta tvennt erum við mjög ofta að hugsa um. Svo ýmislegt annað eins og bara pólitík. Það bara hægt allt í að hækka skatta eða bara gera alls konar hluti sem hafa mikil áhrif á ávöxtunina okkar en fyrst og fremst erum við að hugsa um hitt tvennt. Nú, þegar við heyrum einhvern auglýsa eða sjáum auglýsingu eða heyrum einhvern tala um það að hér sé gott fjárfestingatækifæri eða sparnaðartækifæri, þá verðum við aðeins að hugsa um áhættuna eða ekki. Alveg sama hvort að það einhver sem að bjóða ótrúlega háa vexti á bankareikningum, hvort það einhver sem segir þú kaupir þetta hlutabréf þá græður óbúslega mikla peninga, þá verður mér alltaf að spyrja sig, sko, af hverju þarf að vera svona mikil ávöxtun á þessu? Af hverju þarf þessi aðili að borga mér svona mikið?
af því að yfirleitt það þannig að maður borgar meira eftir því sem áhættan meira, það ekki. Þannig að oft það þannig að það sem öruggast með lægstu vextina. Það yfirleitt þannig. Og mér langar að sýna ykkur dæmi gamla auglýsingu sem bara barn síns tíma, svona voru hlutinir svolítið á sínum tíma, en hún svolítið fyndin og hún ágætis dæmi það hvað það sem við þurfum að passa okkur á þegar verið að reyna að selja okkur eitthvað. Og þessi auglýsing hér, það verið að auglýsa, þið kannski sjáu svolítið svona á uppsetninguna, þetta ekkert splunku ný auglýsing. Hún svona, eins og segir, barn síns tíma frá því á sínum tíma. Þarna verið að auglýsa einstakt tækifæri. Það verið að auglýsa bara kaup á hlutabréfum og við munum aðeins skoða hlutabréf á eftir. Það bara verið að bjóða ykkur að gerast eigendur í þessu fyrirtæki. Og það ýmislegt sem maður þarf aðeins að átta sig á hérna, eins og til dæmis að það hér reynslusaga. Reynslusögur eru alltaf hættulegar. Ég veit líka alveg eitt sem var með hósta og svo bara fór hún og spilaði töluleik og allt í einu var hóstinn farinn, en það var ekkert út af töluleiknum. Þannig að reynslusögur eru ekkert endilega mjög, fyrir einn hóstakast, þú fyrir að spila töluleik bara. Allavega, dæmi velgengni hluthafa. Auðvitað svona klásúla sett inn og svona auglýsing sett til þess að segja við þig, vilt þú ekki vera eins og þessi? Og þarna vitað mann sem seldi bílinn sinn til þess að kaupa sér hlutabréf í þessu fyrirtæki og daginn eftir að hann andvirði 2 bifreiða. Hljómar svolítið svipað söguna þeim sem fór til Las Vegas og setti allt á svartan. En allavega, frábært fyrir hann og við bara eigum öll að klappa honum á bakið og samgleðjast. Hvaða máli skiptir þetta fyrir þann sem ætlar núna að kaupa hlutabréf? Hann endilega líka að fara að tvöfalda peningin sinni? Nei, en það alveg augljóst hvað verið að reyna að láta okkur halda. Og svo það línuritið, sem líka svolítið skemmtilegt. Það engin kvarðar, ég veit svo sem ekkert hvað langur tími eða hvað mikil hækkun, en það sem ég veit að það að hraða á hækkunni og hún bara að fara að halda áfram af því að það píla á endanum. Þannig að það nú bara eins gott að ég hoppi inn í þetta og það stendur mér í sig að gengi hlutabréfanna hækkar ört. Það stendur ekki gengi hlutabréfanna búið að hækka ört, það stendur það hækkar ört. Og þá spyr maður sig, ef það svona augljóst, allir þessi hlutabréf að fara að hækka svona mikið í verði, hver þá að fara að selja með hlutabréfin sín, ef það svona augljóst? Og af hverju þarf fyrirtæki að auglýsa þetta svona ofboðslega ekstrím, ef þetta svona nokkuð örugt? Við höfum alltaf að spyrja okkur, þetta náttúrulega bara svolítið sérstakt dæmi, en varðandi allt svona þá eigum við að spyrja okkur og þegar við sjáum það að einhver græddi ofboðslega mikið á að kaupa hlutabréf í einhverju fyrirtæki, þá verðum við bara að skoða það einangrað, samgleðjast viðkomandi og velta fyrir okkur af hverju hækka þetta svona mikið. Þýðir það eitthvað að þetta sé að fara að halda áfram að hækka? En við hugsum samt svona. Við kaupum það sem búið að hækka og við seljum það sem búið að lækka. Og við setjum peningun okkar í sjóði og inn á bankareikninga sem eru búnir að vera bestir. Algjörlega óháð því hvort að þetta muni koma til með að vera best. Og við erum alls ekki nógu duglega að spá í áhættunni. Oft það þannig að eitthvað hækkaði rosa mikið en það var líka rosalega áhætta en svo bara reyndust hlutinni mjög góðir. Það bara gekk allt upp en það getur ennþá verið mjög hættulegt. Ok, hvað þá í boði? Hvaða ávöxtunarkosti getum við valið okkur? Ef við byrjum á bankareikningum þá þeir við ætlum að halda okkur bara hérna vinstra megin á myndinni. Það náttúrulega alls kyns geymslustaðir fyrir peninga en ef við ætlum að halda okkur svona innan skikkalins tíma þá ætlum ég að halda mig við það sem algengasti geymslustaður hefðbundins sparifjár. Og bankareikningar, þeir eru þetta fyrirsjáanlegir, einfaldir og þægilegir og við kunnum öll að nota þá. Það það sem svo þægilegt við bankareikninga. Þeir eru voðalega einfaldir í notkun, við þurfum ekki það yfirleitt engin lámars upphæð, það ekki einhverja þóknanir sem við erum að borga, þetta bara einfalt og rosalega aðgengilegt. Það eru hins vegar til heilmikið úrval af bankareikningum og innanlandsreikningum. Og það gott að vita af þessu vegna þess að til dæmis varðandi tékkareikninga, debitreikninga eða launareikninga, það eru þessi reikningar sem eru með höfuðbók númer 26, þá eru þeir mjög góðir í því hlutverki. Taka við peningunum okkar frá launagreiðandanum og vera tengd við kort og svona og borga reikninga, en þetta ekki góður staður til að geyma mikla peninga í langan tíma, vegna þess að það alltaf lægstu vextinni þarna. Þannig að ekki geyma miklar fjárhæðir í langan tíma inn á tékkareikningi. Ef þið eru í þannig stöðu, þá færið þetta og reikningar sem henta því betur að geyma peninga. Og það eru til dæmis þessi sparnaðarreikningar. Og þið fáið ráðgjöf þetta og upplýsingar þetta hjá öllum ráðgjöfum, sparnaðarráðgjöfum í útibúum. Og auðvitað alls konar upplýsingar á vefnum. Óbundnir sparnaðarreikningar, þeir eru með
hóflegum vöxtum, það er kannski hæstu vextir í heiminum en það eru ágætis vextir en þeir eru allavega miklu hærri en á tékkareikningunum. Svo eru til bundnir reikningar og það er tiltölulega stutt síðan að bundnir og óvertryggðir reikningar hafa orðið svona áberandi og það er bara vegna þess að núna skiptir bankana mjög miklu máli að fá bundin innlán. Það er bara breytt fyrir ákveðnum árum og það er miklu meiri hvati fyrir bankana og þeir vilja fá bundin innlán, þá er ég að tala um í 1 eða 3 eða 6 eða 12 mánuði. Þetta eru bara óvertryggður reikningur og setur peningin inn og getur ekki nálgast hann í þennan tíma. Og vegna þess að bankana langar í þessa peninga svona svakalega mikið, þá eru tilbúnir að borga mjög vel. Og við eigum þá bara að nýta okkur það. Þetta er algjört win-win. Ef við erum með peninga sem er í lagi að geyma þarna í 6 mánuði, þá langar bankan svo mikið í það að hann er tilbúin að borga vel. Og þá er fínt að nota það. Það eru miklu hærri vextir inn á tékkareikningum og yfirleitt talsvert hærri vextir inn á þessum óbundnu sparnaðarreikningum. Nú svo eru upphæðatengdir reikningar. Ég fæ hærri vexti eftir því sem ég er með hærri upphæð. Og svo að lokum verðtryggðir reikningar. Verðtryggðir reikningar eru þannig að ég fæ einhverja vexti og svo fæ ég alltaf bara að borga það sem verðbólgan er. Skiljiði. Þannig að, það er í hverjum einasta mánuði. Þannig að ég nefndi það að verðbólga síðastliðið ári búið að vera 3%. Það þýðir að ef ég er með verðtryggða reikning sem er með 1% í vexti, þá er ég búinn að fá 1% pluss 3%. Þá er ég búinn að fá 4%. Þannig virka verðtryggður reikningur. Verðtryggður reikningur er bundinn í 3 ár að lágmarki. Það er mjög gott að muna eftir því. Þó að þetta geti verið aðlaðandi eða geta fengið þarna verðtrygginguna, að þá er mikil binding, 3 ár. Og öryggi bankareikninga er fyrst og fremst þetta bara bankinn sem tekur við þeim. Mun þessi banki ekki örugglega geta borgað tilbaka. Þess vegna er svo mikilvægt að leggja reiðuféð sitt inn á bankareikninga í bönkum sem standa vel. Ávöxtunin er nokkuð stöðug. Ef ég er með óverðtryggða reikninginn þá er þessi nafnávöxtun stöðug, það er að segja talan sem ég fæ. Ef ég er með verðtryggða reikning þá er raunávöxtunin nokkuð stöðug. Það er að segja upphæðin sem ég fæ mínus verðbólga. Svo er það þannig að ef banki verður gjaldþrota þá er búið að breyta gjaldþrotalögum þannig að sá sem að bankareikningi fremstur í röðinni til þess að ná í sína peninga tilbaka sem er ákveðið öryggi og það er tryggingasjóður sérstakur sem að tryggir 20.887 evrur eða jafngildi þess í íslenskum krónum. Svo minni ég á þetta einmitt undir lokin að muniði bara það að það er svolítið stór ákvörðun að setja peningin á bundin reikning. Það er ákveðin áhætta hvað ef eitthvað kemur upp á og ég get ekki tekið peningin út af því hann er bundin. Þannig að munið alltaf eftir því þegar þið leggið peninginu. Það er rauninni kostnaðurinn við það að fá þessa hærri vexti. Þetta eru bankareikningar, svo eru það skuldabréfin sem eru, ég sé ekki einhver svona jaðarhópi sem finnst þau langskemmtilegust, en skuldabréf eru bæði einföld og ofboðslega flókin. Og við ætlum bara að fara yfir það einfalda. Skuldabréf er bara lán. Þegar ég tek húsnæðislán, þá gef ég út skuldabréf og bankinn kaupir það af mér. Og svona eru líka bara þau skuldabréf sem við getum ávaxtað peningun okkar í. Það er til dæmis ríkið sem er langstærsti útgefandinn, hið opinbera gefur út langmesta ríkisskuldabréfum og skuldabréfum. Og þá er það bara þannig að ef ég held á því bréfi, þá þarf bara ríkið að borga mér tilbaka. Alveg eins og ég er að borga húsnæðisláni, þá borga bara ríkið af láninu sínu. Og hver sem getur síðan átt þetta bréf. Ríkið bara borgar, en ríkinu er alveg sama hver fær peninginn. Það er bara sá sem á bréfið. Þannig að ef ég hef keypt eitthvað skuldabréf svona af ríkinu, sem þýðir bara ég veitti ríkinu lán, þá get ég alveg selt næsta manni bréfið, það er allt í lagi. Og við þurfum þá bara að ákveða verðmætið. Það er það sem gerir þetta svona ofboðslega flókið og við ætlum ekki að fara yfir það hvernig ávöxtunarkrafa skuldabréfa er reiknuð út og hvernig verðmætið er fundið út, en það er þá bara frjálsum markaði bara ákveðið hvernig það skuli vera. Nú, í þessu skuldabréfi þetta er samningur það hvernig skuli borgað og hvenar og þetta getur verið verðtryggt eða óverðtryggt, langstíma, borgað í 2 ári eða 1 ári eða bara, það er allur gangur á því. Viðskiptin eiga sér þannig stað að því að við tvo í rauninni valkosti. Algengast er það að sparifjáreigendur kaupi skuldabréf í gegnum skuldabréfasjóði sem þýðir að þið setjið peningin ykkar inn í sjóð og við förum aðeins yfir sjóð og eftir það er bara margir aðilar að kaupa saman. Og þá er einhver sérfræðingur sem sér að stýra þessum sjóði, hann kaupir skuldabréfin og alltaf þegar að borgað er af þeim að þá kaupir hann ný skuldabréf og eitthvað svoleiðis og svo getið þið tekið peningan út eins og ykkur sýnist. Og kosturinn við það að gera þetta gegnum sjóð er að þið getið átt viðskipti með litlar upphæðir í einu. Þið getið gert þetta í hverju mánuði og tekið út bara eins og ykkur sýnist. Hins vegar getið þið keypt ykkur bara beint skuldabréf. Þannig að þið getið bara keypt til dæmis
beint skuldabréf sem ríkið hefur gefið út. Það þarf yfirleitt að gera það með tiltölulega háa fjárhæðir í einu. Kannski 500.000 eða 1 milljón í einu. Þannig að það þá strax orðið aðeins óalgengar að sparifjáreigendur séu að eiga þannig viðskipti. En eitt sem mjög áhugavert varðandi skuldabréfin eru það að ef þið haldið skuldabréfi alveg fram að því að það rennur út, þá munið þið vita nákvæmlega hvað þið fáið borgað. Vegna þess að sá sem gaf út skuldabréfi, hann þarf alltaf bara að borga eftir einhverju prógrami. Þannig að ef þið eigið það bara allan tíman sem viðkomandi þarf að borga því, þá vitið þið nákvæmlega hvað þið fáið. Það svolítið áhugavert. Öryggið auðvitað bara það að sá sem að gaf út þetta skuldabréf, það hann sem skuldaði peningana. Og hversu líklegt að hann muni geta borgaði tilbaka eða ekki. Bara alveg eins og bankinn sem að tekur við peningunum þínum. Sveiflunar í verðinu geta hins vegar verið talsvert miklar og það það sem gerir þetta svolítið skrítið og svolítið flókið. Hvernig getur það verið þegar það bara meitlað í stein eða í þetta skuldabréf nákvæmlega hvað verður borgað mikið? Hvernig getur þá verið að verðmæti sveiflist? Og það sem ég segi, það þessi flókna, það vegna þess að þetta greiðsluflæði, þessar greiðslur frá þessum aðila sem skuldar skuldabréfið, þær eru misverðmætir á hverjum tíma. Af því að hann kannski borgar 5% vexti, stundum það rosa gott, stundum það rosa slæmt. Og þá þetta annað dýrt eða ódýrt bréf. En þetta svona saga fyrir aðra rómantíska kvöldstundum skuldabréf. Við gjaldþrot, ef illa fer hjá útgefandanum, þá samt mjög algengt að eitthvað fáist upp í skuldabréf. Þannig að það aðeins öðruvísi en hlutabréfin sem við sjáum á eftir. Þar sem að ef hlutafélagi verður gjaldþrot að tapa í alltaf öllu. En skuldabréfin geta verið aðeins öðruvísi. Það takmarkað hvað ég get grætt mikið, en það líka ólíklegt að ég tapi ofboðslega miklu, skiljið. Þannig að svona nokkurn veginn virka skuldabréfin og það ekki bara ríki sem gefur út, það líka bankar og sveitafélög, orkufyrirtæki og svo framvegis. Nú, þetta voru skuldabréf, en hvað með hlutabréfin? Hlutabréf eru rosalega einfalt að skilja í rauninni. Ef það eitthvað fyrirtæki út í bæ og það til 2 hlutabréf í því, ég á annað og vinur minn hitt, þá á ég helminginn í þessu fyrirtæki. Það bara þannig. Þannig að það að eiga hlutabréf þýðir að þið eigið fyrirtækið. Einhverja pínlitla prósentu. En þið eigið það. Alveg með sama hætti og einhver annar á þetta fyrirtæki. Og með öllum kostum og göllum sem því fylgir. Ef þið eruð að hugsa hvernig verðið þið fundið út, hversu hátt á gengið að vera eða hversu verðmætt þetta hlutabréf, þá svona tæknilega og leiðilega svariði það að verð hlutabréfs endurspeglar getu þessa fyrirtækis til þess að borga fólki arð óendanlega eða inn í framtíðina. Arður, það oft talað arð eins og það sé eitthvað skrítið að sé verið að borga arð, það bara eini tilgangur fyrirtækja eða þess að fjárfesta í fyrirtækjum að fá einhvern mann peningi sín tilbaka, eða ekki. Og fyrirtæki að þau geta gert nokkra hluti við hagnað. Ef þau græða peninga, þá geta þau borgað niður skuldir, þau geta vaxið áfram eða fjárfest í einhverju, eða þau geta bara borgað þennan pening út til eigendanna sína. Hagnaðinn, að hluthafar fái að njóta hagnaðarins. Og þegar þetta borgað út, þá það kallaður arðgreiðsla. Og markmiðið sem sagt það að borga einhvern tímann þessa peninga tilbaka. Og hversu verðmætti fyrirtækið, já, það þá bara eitthvað mat á þessu. Hversu mikinn arð mun fyrirtæki geta borgað í framtíðinni. Og vegna þess að þetta bara eitthvað mat, þá auðvitað sveiflast hlutabréf alveg óbúðslega í verði vegna þess að þetta mat alltaf að breytast. Og ég ætla að sýna ykkur löglegt dæmi það aðeins á eftir. En það ýmislegt endilega sem getur síðan haft áhrif á þetta mat. Og það eru náttúrulega bara horfur í rekstri. Ef ég að reka flugfélag, bara hversu margir, hvernig mun olíuverðið og farmiðaverðið þróast til dæmis. Og áhætta í rekstrinum. Þetta kannski ekki mjög dýrt hlutabréf ef það mikil áhætta. Munu þessar Max-vélar koma strax aftur í umferð eða ég bið eftir þeim hver áhættan í dag. Svo það ytri þættir. Og það bara hvernig verður markaðurinn. Verður mikill hagvöxtur, mun fólk fljúga, mun fólk vilja fara í bónus og kaupa sér vörur og verður og hversu dýrar vörur og svo framvegis. Hversu mikið mun vera í boði af peningum fyrir öll fyrirtækin á markaðnum. Svo til dæmis vaxtaumhverfið. Flest fyrirtæki skulda eitthvað. Ef vextinir eru búnir að lækka, þá þurfa þau að borga minna í vexti, þá bara meiri hagnaður. Hvað með gjaldmiðla? Ef ég að reka flugfélag, ég þarf að borga launin í krónum, en ég fæ tekjuna mína frá einhverjum útlendingum í evrum og dollarum.
og þá þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir mig hvernig gengi sveiflast. Aðgerðir stjórnvalda, hvað ef ég á hlutabréfi fyrirtæki sem mengar ógurlega mikið og þar allt í einu settir mengunarskattar sem bara kollvarpar rekstri fyrirtækisins. Og svo alls konar óvæntir atburðir og við vorum að tala um hérna ferðaþjónustuna svo framvegis að það svo sannarlega nóg óvænta atburði. Þannig að allt mögulegt getur gerst sem hefur áhrif á þetta, en þið sjáu þetta eitthvað sem þið þekkið öll. Þetta bara, svona við bara það að reka fyrirtæki. Það bara það að eiga hlutabréf það að eiga fyrirtæki en kannski kom ekki beint að rekstrinum. Eitt bara dæmi af fyrirtæki sem ég langar að taka því að mér er svo áhugaverð varðandi verðmætið. Ég alls ekkert að ráðleggja ykkur eitt eða neitt, ég bara taka hérna Spotify sem dæmi, vegna þess að Spotify er fyrirtæki sem er skráð á markað í Kauphöllina, það er hægt að kaupa hlutabréfi og það þekkja flestir þetta fyrirtæki og hvernig það virkar. Ok, þið sjáið á grænu súlunum hvernig tekjur fyrirtækisins eru, það er bara þeir peningar sem kom inn í kassan. Þeir eru alltaf að hækka, gula línan sýnir okkur áskrifendur, þeim er alltaf að fjölga, þannig að það er blússandi gangur í businessnum. En sjáið rauðu súlunar, það er afkoman, hvort þeir eru að græða eða tapa. Spotify hefur aldrei grætt krónu, tapa og tapa og tapa og tapa og tapa. Milljörðum eru þau stanslaust að tapa. Samt, fyrirtæki sem eru aldrei grætt neitt, tapar og tapar og tapar. Það er samt, vitið þið hvað markaðsverðmætið eða það er að segja verðmæti hlutabréfanna. Það er nánast nákvæmlega jafn mikið og landsframleiðsla Íslands sem er bara öll efnahagsleg umsvif í íslenska hagkerfinu á heilu ári. 3000 milljarðar. Og hvernig getur það verið að fyrirtæki sem tapar bara peningum sé 3000 milljarðar virði? Það er eingöngu vegna þess að þeir sem eru tilbúnir, fjárfestarnir sem eru tilbúnir að kaupa hlutabréfina á þessu verði, segja einhvern tíma mun þetta hækka. Einhvern tíman mun fyrirtæki græða svo mikið að það verður 3000 milljarðar virði. Það er bara ekki flóknari en það. Þess vegna er svo mikil áhætta að kaupa hlutabréf, sérstaklega sem eru í fyrirtæki sem eru í miklum vexti. Og þess vegna sveiflast þau svona ofboðslega mikið, því að það er bara eitthvað mat. Og einum degi segi ég bara, hey, Spotify er geggjað og næsta degi þá bara lokar iTunes og Apple Music og ætla bara að taka það yfir. Og þetta er bara eins og með Netflix. Gríðarlega tap, gríðarlega uppsætnað tap, ofboðslega hátt markaðsverðmæti því allir elska Netflix, svo bara kemur Disney með Disney+. Og þá hugsa maður, ok, er þá kannski framtíðin einhvern veginn öðruvísi? Þá kollvarpast hlutabréfaverðið. Þetta er minna vesen varðandi fyrirtæki sem eru ekki í svona rekstri. Matvörubúða, tryggingafyrirtæki eða eitthvað svoleiðis eru auðvitað ekki svona. Það er ekki svona ofboðslegu sveiflur. Það sem við gerum þess vegna er að við pössum okkur svolítið á því að við erum ekki mikið að kaupa eitt og eitt hlutabréf. Nema við séum bara til í að tapa þeim peningum við vill að fer og við svona höfum einhverja innsýn og við höldum að við vitum betur en allir hinnir. Þess vegna blöndum við saman alls konar hlutabréfum. En það er ekki nóg, vegna þess að það er líka svolítið hættulegt að skoða hver ávöxtunin er búin að vera. Og það sem er mjög algengt, eins og ég nefndi áðan, er það að við skoðum hvað við erum búin að græða eða hvað þeir sem áttu síðasta árið græddu og við hugsaum, ok, þetta er ég að fara að fá. En ef við skoðum síðustu 25 árin á hlutabréfamarkaðnum á Íslandi, haldið það sé eitthvað að marka 1 ár á hlutabréfamarkaðnum. Sjáu þessa mynd, það er ekkert að marka 1 ár. Sá sem að leita alltaf 1 ár aftur í tíman, hann var ekki að fara að fá nákvæmlega sömu ávöxtunartölu. Það er alveg garanterað. Gerðist það einhvern tíman? Ég held að það sé voðalega sjaldan. Það er eiginlega alltaf miklar sveiflur á milli ára. Þannig að maður þarf alltaf að anda með nefinu, anda rólega ef þið ætlið að fara að kaupa hlutabréf. Það fyrir það fyrsta, þið verðið að kunna á þetta, verðið að þekkja þetta mjög vel áður en þið byrjið og verið þolinmóð. Ekki vera að horfa á ávöxtunina og halda 1 ár sé að sú tala sé komin til að vera. Féð okkar auðvitað bara bundið í þessu félagi. Það er engin takmörk fyrir því hvað ég get grætt. Það er heldur, það eru takmörk, það er 0. Ég get farið niður í 0 í tapinu. Og verðsveiflurnar getur verið ofboðslega miklar eins og við erum búin að fara yfir hérna áðan. Það er líka ofboðslega lítill fyrirsjáanleiki. Ég kaupi ekki hlutabréf og segi ég mun græða 10% á ári á þessu. Þess vegna er hlutabréf yfirleitt partur af stærra eignasafni. Þú getur miklu frekar hugsað það varðandi bankareikning og skuldabréf. Þess vegna er gott að bara frekar að blanda þessu saman og fá þá vera nær einhverju fyrirsjáanlegri ávöxtun. Rétt í lokin eru það sjóðir. Og sjóðir er tiltölulega einföld pæling. Þetta eru bara margir aðilar sem eru saman að ávaxta peningana sína.
og þeir eru reknir að einhverjum aðilum sem eru að bjóða upp á alls konar sjóði. Hér bara dæmi, þetta er það sem í boði hérna hjá Íslandssjóðum sem hjá einhverju Íslandsbanka og ástæðan fyrir að þeir eru svona margir að það eru bara til svo margar tegundir af fjárfestingum og sumir vilja vera með allt saman verðtryggt, sumir vilja vera með allt saman ríkisskuldabréfum, erlendum bréfum, aðrir vilja vera í einhverju blöndu en þetta á allt eitt sameiginlegt, allir svona sjóðir, það að þeir eru allir með einhverjar heimildir og það verður því að vita mjög vel áður en þið veljið viðkomandi sjóð. Hér bara dæmi eitt sjóð, þá sjáu þið hvernig þessi stilt upp. Þú veist, þessi sjóður, hann má til dæmis setja 0 til 50% af eignunum inn á bankareikninga, sjáu þið það, í innlán fjármálafyrirtækja. Þetta þurfum við að vita áður en þið kaupið. Hvaða heimildir hefur sjóðurinn? Sá sem stýrir sjóðnum, hann gerir síðan sitt besta innan þessara heimilda. Það sem inn í sjóðnum síðan auðvitað mjög misjafnt og ég ætla bara að taka dæmi þessa tvo sem eru mjög ólíkir, annars vegar eitt sem heitir lausafjársafn og annars sem heitir hlutabréfasjóður. Í lausafjársafninu 77% af bankareikningum. Þetta sem sagt þá eitthvað sem væntanlega að fara að sveiflast mjög lítið og það er svona aðeins fyrirsjáanlegri ávöxtun það ekki að þetta allt saman innlán meira og minna. Ef ég fer með þetta inn í hlutabréfasjóð þá þetta allt saman hlutabréf sem þýðir að það eru þetta miklu minni líkur að ég viti hvaða ávöxtun ég fæ og það verða væntanlega meiri sveiflur það ekki. Þannig að sjóði geta verið alveg ljómandi góðu staður til þess að geyma peningarnir sína, sérstaklega út af þessu það verið í áskrift í hverju mánuði, það að eiga viðskipti með litla fjárhæðir og það einhver sérfræðingur sem tekur ákvarðanir fyrir mann. En maður á samt ekki að setja peningana í einhvern sem það skilur ekki vel. Þannig að kynnið ykkur endilega fyrr. Og öryggi sjóða fer bara eftir í hvað inn í sjóðunum. Í hruninu til dæmis þá hrundu hlutabréfasjóðir og skuldabréfasjóðir hækkuðu. Ríkisskuldabréfasjóðir bara hækkuðu og hlutabréfasjóðir bara lækkuðu. Það bara allur gangur á því hvernig það Það fer bara eftir í hvaða bréf eru þarna inni. Og það líka gott að vita það að sjóðafyrirtæki eru rekin í aðskildu fyrirtæki. Þannig að þegar bankarnir fóru, þá stóðu samt fyrirtæki sem ráku sjóðina. Það búið að löggjafinn tryggir svona aðskilnað. Hvað gerir hins vegar fagfólki sem ávaxta peninga? Þetta bara einn örstuttur punktur. Allir í heiminum sem ávaxta peninga fyrir annað fólk, get ég nokkurn veginn lofað, dreifa peningunum. Það er eiginlega engin lífeyrissjóður sem tekur við milljörðum frá fólki og setur allan peninginn inn á sama bankareikninginn. Ef það væri það besta, þá væru þeir að gera það ekki. En ástæðan fyrir því að það ekki gert vegna þess að það ekki það besta að gera. Það best að dreifa vegna þess að þá erum við að dreifa áhættunni. Þá erum við með því að dreifa, með því að vera bæði verðtryggð og óverðtryggð hlutabréfum, skuldabréfum, bankareikningum og gera þetta skynsamlega, þá erum við að reyna að ná þessu jafnvægi sem ég var að tala á ágætis ávöxtun með eins lítilli áhættu og ég tilbúin að taka. Svo fer þetta dreifingin eftir því hversu mikla áhættu er tilbúin að taka og hversu mikla vexti er það að reyna að fá. En muniði þetta, það dreifa allir peningum til lengri tíma. Síðasti punkturinn það hversu algengt það þegar við erum að spara og fjárfesta að við látum tilfinningarnar algjörlega stjórna í hvernig við fjárfestum. Og ég vann á sínum tíma í eignastýringu og það algengasta, held ég, algengasta spurningi sem maður fékk var á ég að kaupa núna eða selja núna. Og þetta var alltaf byggt á einhverju sem var búið að gerast. Það var alltaf þannig að eitthvað var búið að lækka í verði og þá hringdi fólk og sagði á ég ekki að selja núna. Svo eitthvað búið að hækka í verði og þá segir fólk á ég ekki að kaupa núna. Og þessi mynd lýsir alveg ágætlega af hverju það ekki gott að gera þannig. Að öll verðbréf og gjaldmiðlar og þetta allt saman, þetta sveiflast alltaf. Og skuldabréf til dæmis eru svolítið áhugaverð hvað það varðar að ef að sá sem gefur út skuldabréfið fer ekki á hausinn, ef hann borgar alltaf, þá hækka þau þetta alltaf, eða það sem ég fæ, því að það alltaf verið að borga þessum bréfum. En á leiðinni upp þetta alltaf að fara svona, þetta alltaf að sveiflast upp og niður. Það bara eðlilegt þegar við erum að fjárfesta og spara að peningurinn sveiflist. Og ef ég ætla alltaf að vera að kaupa bara því að eitthvað hækkaði eða selja bara því að það lækkaði, þá mun ég tapa peningum. Það fljótlegasta leiðin til að tapa peningum. Við þurfum alltaf að hugsa á hverjum tímapunkti hvað líklegt að gerist í framhaldinu. Ekki setja inn á verðtryggða reikninga því að það búin að vera mikil verðbólga. Setja á verðtryggða reikninga ef þið haldið að muni verða mikil verðbólga. En það auðvitað bara svo óbærslega erfitt. Það alltaf hægri parturinn af grafinu sem svo erfiður, Það alltaf vinstri parturinn sem svo augljós. Þannig að ég vil kveðja ykkur með þessum punkti sérstaklega. Passið ykkur á því að láta ekki tilfinningarnar ráða för í fjárfestingum.
læriði á það sem á geymslustaði ykkar peninga áður en þið setji peningin ykkar þangað og munið eftir þessum 3 tegundum aðskildum sparnaði. Lausafénu sem kemur í veg fyrir að þið þurfa að taka skammtímalán, efri árunum og auka sparnaði þar ef þið vilji hafa valkosti þegar þið hættið að vinna og síðan þessum reglulega, duglega, mánaðarlega sparnaði sem á að hjálpa ykkur með stóru fjárfestingarnar á lífsleiðinni. Okay.